En fyrst það fótboltinn og hingað eru komin Kristjana Arnarsdóttir, fjölmiðlakona og Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi. Velkomin bæði. Takk. Ég gef mér að þið séu í hópi þeirra sem að finnst 10.000 mínútur á fótbolta kannski bara ekkert svo slæm tilhugsun, eða hvað? Þetta æði. Já, ég bara get ekki beðið. Akkurat. En hvað finnst ykkur einkenna þetta heimsmeistaramót? Hvað eru stóru málin? Stóru málin, auðvitað, ef maður horfir svona utan vallar, kannski beinast helst að Bandaríkjunum og stöðunni þar. Maður heyrir minna Mexíkó og Kanada og þetta eru þessi 3 gestgjafalönd sem að halda þetta mót og 78 leikir af þessum 104 að fara fram í Bandaríkjunum og kannski eðlilegt að sjónsviðið sér aðeins þar líka bara út af öllu því sem að þar í gangi. Kannski svona skýrasta dæmið þessa árekstrar sem eru núna milli íþróttanna og pólitíkurinnar eflaust mál sómalska dómarans, Omar Artan, sem var á leiðinni á HM, sitt fyrsta HM og átti að vera einn af þessum 52 alþjóðadómurum frá FIFA, sem FIFA velur, besti dómari Afríku og honum meinaður inngangur í landið bara á flugvellinum í Miami, þrátt fyrir að vera með alla réttu pappírana, bæði frá FIFA og eins með vegabréfsáritanir og annað. Og þarna einmitt svona kannski kristallast þetta svona ástand sem hefur verið aðeins að teiknast upp. Og maður svona einmitt velti því fyrir sér hvort að þetta sé svona fyrsta af einhverju sem eftir að gerast næstu vikurnar en vonandi bara leysist þetta mál. Ég meina þá eftir að koma þessi ljós hvað nákvæmlega olli því að hann fekk ekki að koma inn en maður getur svona kannski gert sér upp einhverjar hugmyndir þar. Við sjáum að alþjóðapólitíkin svona svolítið að hafa áhrif, svona allavega í aðdraganda mótsins. Já, hún gerir það og vegna þess að Kristjana nefnir hérna, svo sjáum við til hvernig þetta verður allt saman þegar mótið hefst og það nú reglan að þegar boltinn farin að rúlla þá gleymum við öllu hinnu og erum bara að spá í úrslitum og stemningu og látum og minningar okkar að fyrir mótum eru yfirleitt þannig en pólitík, drama, jafnvel stríðsrekstur og allskyns vesen reglan frekar en undantekningin á heimsmeistaramótum. Munum það að síðasta mót fór fram í Katar. Og ef við svona leyfum okkur aðeins að muna hvernig umræða var fyrir það mót, þá var hún síst minni en núna. Sama varandi mótið þar og undan sem var í Rússlandi. Við höfum séð lið mætast sem standa í stríði eins og þegar England og Argentína mættust rétt búin að leggja niður vopnin til Falklands segja stríði. Það eru haldin mót í skugga hryðjuverka, ógna, efnahagsþrenginga og ég veit ekki hvað og hvað. En það sem áhugavert núna hversu mikið þetta upp á yfirborðinu og auðvitað læðist að manni sá grunur að það sé kannski ekkit sérstaklega verið að reyna að gera lítið úr slíku og fela það heima fyrir vegna þess að það mjög áberandi þegar verið að stoppa fólk á flugvelli. En eins og ég segi, þetta eitthvað sem að kannski kemur ekki til með að hafa mikil áhrif á úrslit leikja þegar þeir hefðust og það nú það sem athygli verður. Það hefur til dæmis verið talsverð athygli á því að nú Íran að koma á mótið og Bandaríkjamenn eiga í stríði við Írani. Þannig að hvernig líklegt að það fari? Já, það auðvitað það sem maður hefði kannski haldið að ætti að vera hægt að leysa tiltölulega auðveldlega en því var nú haldið til streitu að Íranir skildu leika í Bandaríkjunum og það sem þeir gera þeir bara fljúga í leikina frá Mexíkó þar sem þeir hafa aðsetur og við vitum ekkert betur en að þannig verður þetta bara útfært og allt í góðu en aftur það í rauninni kemur bara í ljós og maður hættur að láta eitthvað koma sér á óvart núna í aðdraganda þessa móts. Kannski einmitt í nákvæmlega því máli þar svona mætast bæði þá bandarísku stjórnvöldin og svo FIFA í að Íranir sóttu undanþágu til FIFA að fá að spila leikina sína í Mexíkó einmitt vegna þessara stöðu sem uppi með Bandaríkjunum og Íran og FIFA hafnar þeirri beiðni þannig að staðan einmitt svona þeir þurfa að fljúga þá í leikina því að þeim raun og veru skikkað til að fara aftur að leikloknum með að koma á leikdegi og svo fara og eru þá í þessu beisi sínu í Mexíkó að æfa þar. Þetta auðvitað líka einmitt svolítið sérstakt af því að þú ert með íranska stuðningsmenn sem að margir hverjir geta ekki komið og þá voru fréttir það bara núna hvort það var í morgun eða gær að íranska knattspyrnusambandið búin að upplýsa sína stuðningsmennum að það búið að afturkalla leyfi þeirra til að koma á leikina. Þannig að aftur segir maður byrju, hvar á FIFA að stíga inn í
átti ekki bara að hleypa þeim þá frekar í leikina sína í Mexíkó og átti andstæðingunni þá mögulega bara kannski að fljúga yfir, hefði það verið sanngjarnara í öllu samhenginu. Þetta bara eitthvað sem að FIFA og bandarísk stjórnvöld hafa bara ekki talað saman Eða endurspeglar algjöra breyting og valdajafnvægi á milli þeirra landa sem hýsa mót og annars vegar og FIFA hins vegar. Vegna þess að hingað til hefur FIFA ekki, sem alþjóða knattspyrnusambandið, ekki átt í nokkrum erfiðleikum með að þvinga fram til dæmis lagabreytingar í löndum og hafa náðað að í rauninni haga mótinu nákvæmlega eftir sínu höfði. Þetta við erum að tala 30 ára sögu af þessu. En jafnvægið eitthvað að breytast og Bandaríkin virðast hafa verulega sterkt og mikið tak á FIFA þessu sinni. En svo líka verið mikið talað verðið, þess að bara hvað kostar að fara á leik. Það margfalt hærra en hefur tíðkast. Miklu, miklu dýrara. Fyrir hinn almenna stuðningsmann sem vanur því kannski að bregða sér á stórmót og fylgja sínu landi, við verðum líka að muna það að þetta eru mjög margar þjóðir þar sem kaupmáttur ekki alltaf sá sami, þar sem það misdýrt fyrir fólk að kaupa þessa miða svona í hlutfalli við tekjur. Hingað til hafa stórmót í fótbolta verið tiltölulega ódýr. Það að tryggja sér miða ef hægt að kaupa hann svona í frumsölu hefur verið umtalsvert ódýrara til dæmis en fyrir bara hinn hefðbundna Íslendinga fljúga út og leika á Englandi. Að fara í leiki í ensku úrvalsdeildinni. Núna erum við að sjá það að í stað þess að þú fái miða kannski á 10, 15, 20.000 kall, ólíklegt að það fáist miði í frumsölu í riðlakeppni heimsmeistaramótsins á minna en 70.000 krónur. Þetta auðvitað allt annað. Í stað þess að þú komist á úrslitaleikin með miða sem kostar kannski 150, 200, kostar 1 milljón kall. Þetta nýtt og þetta heilmikil breyting, en það líka dýrt að vera í Bandaríkjunum. Það dýrt fyrir marga að koma sér þangað, dýrt að vera þar, dýrt að koma sér á milli staða. Þannig að þetta allt annar pakki, svo má segja, fyrir stuðningsmenn að sækja og það virðist vera svolítið að koma á daginn. Það greinilega mikill áhugi hjá sumum, menn annars staðar þarf væntanlega bara að fylla í sæti. En hvaða áhrif haldið að bæði pólitíkin og svo þetta að almenningur á kannski ekki endilega kosta á því að koma? Hvaða áhrif haldið að þetta hafi á bara mótið sem slíkt og stemminguna í kringu það? Já, ég held að einmitt, eins og Björn segir, að þú ert þarna búin að prísa svolítið kannski svona til að almenna út af markanum og þetta svona allt í einu orðið fyrir hérna útvöldu að sækja fótboltaleik sem einmitt ekki grunnhugmynd fótboltans sem maður horfir bara á, af hverju var fótbolti stofnaður og settur á laggirnar sem svona verkamanna íþrótt í rauninni. Svo horfir líka á grunngildi FIFA sem segja þetta allir að vera með, fótboltin fyrir alla, hann innspilaður í öllum löndum þvert á tungumál og menningamun og allt þetta. Þú ert einhvern veginn þarna búin að hann lendur bara í árekstrum ef að stuðningsmenn get ekki mætt, hvort sem það eru bandarískir bara áhugamönnum fótbolta eða stuðningsmenn annarra liða, auðvitað litar það einhvers konar stemningu. Það sem við munum vantilega að sjá hérna eru bara 90 mínútur af flottu fótbolta og við upplifum þetta kannski ekki með sama hætti og þeir sem eru kannski að vinna í kringum mótið á þessum stöðum, það sem margs konar aðrar áskoranir sem fylgja því að vera með fótboltamót af þessum kaliber. En maður vonar auðvitað bara að þetta fara allt vel fram og við fáum minna að sjá af þessu svona utanvallar havaríi eins og við höfum svona aðeins verið að lesa núna og eins og sagði áðan Björn með að þetta er auðvitað ekkert nýtt kannski í sögunni en á þessari tækniöld sem við lifum núna þá þetta náttúrulega fyrir að komast upp á yfirborðið og hver einasti blaðamannafundur sem að leikmenn eða þjálfarar eða stjórnendur í hvort sem það í bandarískri pólitík eða hjá FIFA, þetta ratar alltaf á interneti á núleitni og ég meina Infantino, forseti FIFA, mikið gagnrýndur fyrir sín viðbrögð gagnvart þessum sómala, sagði bara chill and relax, og það svona hans leið að segja bara að þetta verður æðislegt en við hins sem kannski horfum utanfrá og erum svona, það er kannski ekki besta svarið við nákvæmlega þessu máli, Já. En fyrsti leikurinn í loftinu, 103 eftir, þið búin að stilla sumarfríinu upp í kringum þetta? Já. Það bara þannig. Það bara verður. Stutta svarið. Já, ég meina, leiktímarnir eru fínir fyrir okkur, þannig að það líka frábært þó að séu einhverjir næturleikir en svæfir maður ekki bara snemma á kvöldin og stillir sig inn, þetta ekki svoleiðis? Jú, sofna bara við leikjunum. Já, og það. Já. Þakka ykkur fyrir komuna í Kastljós, bæði tvö.